velkomin í eftirvettina. Sjálfur heiti ég Birgir Olgjesson og með mér eru Baldur, Heimis, blessaður. Búi Heimisson og Kristján Högni. Baldur, Búi og Dörr. Það er svo formulegt hjá þér. Ég er alltaf formlegur Dörr, sko. Já. Það er málið. Hvernig hefðirðu viljað að ég myndi byrja þetta? Ég er bara svona kannski aðeins léttari kantinu. Bara, já, góðan blessaður, við erum velkomin eftirvettina hérna. Nei, við klippum þetta út. Jesús maður. Gamla FM 957 introið bara. Og sæla blessið. Já, þegar maður er svona vandræðilega gaur sem ég, sko, þá getur maður, svo veist, þá festist maður oft í að vera eitthvað, ég er með eitthvað fast svona template, held mig bara við það. Já, en það er svona margmið á mér og Kristjánu kannski svolítið, það er að brjóta þig svona hægt og rólega í þessu. Akkurat. og leiða fólkinu að kynnast hvað er að þér. Nákvæmlega. Herru, sem minnum á það er podcast sem að einn vinur minn stakk upp á og yrði einhvern tímann framkvæmt. Hann heitir Tómas Þór Þórðarsson. Já. Fyrsti varaþingmaður Sjálfstæðisflokksins. Já, íþróttafréttamaður. Já. Tom. Já, Tom. Og hann kom með þennan frábæra þátt sem átti að heita Hvað er eiginlega að þér? Okay. Og það myndi að fá viðmælandi hvert þátt, það myndi byrja bara, fyrsta spurning, hvað er eiginlega að þér? Já, svo myndi bara einstaklingu bara útskýra það. Útskýra hvað nákvæmlega er að þér. Já, ok, það er þetta alveg góð hugmynd. Því miður, Tómas er náttúrulega orðinn aðeins eldri og gáfaðri og skynsamari en hann var þá, sko. Já. Ekki það hann einhvern veginn ekki verið klár. Einmitt. En hann svona meiri galsi í gamla daga og vissulega þá voru menn bara ræðið svona aðeins í möturheiðru. Já. Núna eru menn að þetta fínir þingmenn og starfsmenn þingflokka, sko, þá því ekkert að vera með eitthvað svona hugmyndir, sko. Nei. Er þetta þá bara sálfræðigreining í bara 2 tíma? Nei, þetta er ekki sálfræðigreining, sko. Langt í frá, þetta er meira svona bara, þú veist. Af hverju ertu svo ert? Af hverju ertu svo ert? Og fá en það var alveg, þú veist, að fá bara eitt sálfræðing með í þáttinn. Akkurat. Það greina mann. Já. Það væri langur þáttur. En við sitjum strákar á fallegum degi og sumarið er í hámarki. Er ekki hjarta Hafnarfjarðar? Og þetta er svolítið merkilegt fyrirbæri, verð ég að segja. Og sem hefur vaxið núna undanfarin ár og hefur orðið til þess svolítið svona, ég veit ekki, þetta er svona búið til veruleika sem ég held að myndi aldrei sjá að fólk er bara, hvað maður að segja, djammandi í Hafnarfirði. Já, er ekki 10 ára núna? Jú. Ég held að þetta er bara geggjað. Ég meina það er, ég nú sem, mitt nú meina ég sé gaflari, hafringur. Gaflari. Þetta er bara geðveikt. Geggjum bara þetta, elskað allir. Hafið þið farið það? Já, oftar en einu sinni. Ég hef bara farið einu sinni og það var reynda geðveikt. Bara einhverju bekkir að drekka bjór og plastklösum, rífandi stemning. Það er líka fólki í útkvörnum, það er aðeins meira sturlað heldur en fólki sem vant að vera niður í bæ. Jú, maður er litin hotnu ef maður er ekki hafningurna. Já. Bara hverju anskotana með þetta. Það var eins og að fara til Selfossar í gamla dag. Bara lamin ef maður var ekki frá Selfossi. En jú, svo er alltaf með líka bara, þeir eru með matavagna, bara allar helgar og bara alltaf, bingo og quiz og tónlistatri og líka bara risa tónlistatri. Þeir eru bara með, fá bara stuðlabandið, eða skilur, þetta er bara svona... Krem til að krem, bara... Já, bara, þeir fara allar leið í þessu. Var ekki Frikki Dór og Jón Jónsson og eitthvað líka? Jú, bara í 100%. Þeir eru náttúrulega ykkur mestu haffyringar en að... Já, bræðnir. Einir að þeim allara. Við þekkir á það? Nei, þú veist bara, segja hæ. Hvað segirðu? Já, ég hef aldrei farið á hjarta Hafnarfjarðar en ég hef upplifað það, sko, einhverja kannski er svolítið bundið vinnu annar staðar á meðan hjarta Hafnarfjarðar er. Já. En það er bara allir og annar stundum hann þegar best lætur, sko. Og ég fór svona, ég er náttúrulega mjög dramatísku maður og er alltaf að taka svona rosalega djúpar og miklar álftanir, sko. Ég fór að spá því í fyrra að einhvern veginn myndi að þróast þannig að yfir sumatíman þá eru það bara Íslendingar í Hafnarfirði og meðan bara, þú veist, bærin er þá fullur miðbærin, þú veist, af ferðamennum og öllu slíku og fólki að koma, sko. En einhvern veginn lókalli myndi bara fara að stunda það að vera í Hafnarfirði, en er það ekki fyrir eitthvað svona dramatist hjá mér eins og ég sagði undan með það? Jú, en það er samt alveg, sko, ég held að sé alveg eins og kannski hann Steinþór kom inn á, ég syns þetta þætti líka að Röngel sem er mikið lókalstaður, þá er júlí einn rólegasti mánuðurinn þeim á árinu, en því það er bara, hefur átt verið þannig að landsbyðin, ok, ég ætla ekki að segja Hafnarfjörður landsbyðin, en að landsbyðin ásóldi júlí, sko. Fólk er að ferðast mikið og fara út á land og einmitt kíkjandir í Hafnarfjörðu og allt og það sé ekki langt að fara, en þú veist, þannig að það er bara svolítið svoleiðis. Já, allir búin að skipuleggja uttanlandsferðir í júlí. Já. Ég meina, hvað er ekki fyrsta helgin í júlí? Það er ekki
Stærsta ferðhelgin og ferðhelgin Örgulega fyrir utan Verslunarhelgina Stærsta ferðahelgi, sko. Klísja ykkur Já, ég allar mér finnst það svona ég veit ekki hvort þetta er áhugaverð þróun eða hvort sé hvað sem komið og verður og allt það en allavega mér finnst allavega gífulega flott framtaka hafi rauninni, hvað maður segja rifið Hafnarfjörður svona upp yfir sumarið. Já, það var gert þetta vel sko. Já, og gerir þetta svakalega vel og þessi Víkingahátíð að byrja hérna helgin á undan og svo bara beint í hjarta Hafnarfjörðar og svo bara prógrami yfir allt sumarið. Og þá Víkingahátíð einhver sem fólk raunverulega að fara á eða þetta bara Hafnfirðingar eða? Sko, ég fór hérna þegar ég var krakki sko, það var þetta geðveikt, kannski aðeins skrýtnara held ég fyrir dagan, dæma neitt Veist að klæða upp og skilmast og hvað? Nei, ég mátti það ekki. En maður fer stundum á Klambardúna, þá sér maður, en þeir eru reynda með geislasverð sem er að skilmast alltaf þar. Já, það er að menna Lightsaber Academy sem er Egilshöll. Ég er með búin að pæla að skráða mig. Það ekki? Jú. Þú væri flottur. Hvað væri svona liturinn þinn? Ég væri Sith. Ó, rauður. Vá. Ok. En Baldur, þú sem Hafnfirðingur, þetta víkingadæmi þar, er þetta stórt eða er þetta svona, ég frá Bolungarvík og þá heldum minni alltaf upp á Ástarvíkuna í Bolungarvík. Já. Maður tók ekki mikið eftir að Bolvíkingar væri því sko, þetta var meira svona í fjölmjölum. Er víkingahátíðin í Hafnarfirði, er hún sterk í Hafnfirðingunum? Ég ætla ekki að fara að stimpla með sem einhvern víkingasérfræðing sko, en ég held að sé stærri en fólk heldur sko. Já. Ég held að sé alveg fullt af liði sem að sækir þetta, skilur mig og bara og er að fara í einhverja rætur og fá að kynnast í hvernig einhverju forfeðir voru sko. Það er líka svolítið öðruvísi heldur en allar aðra svona hátíðir. Mér finnst allt vera bara einhverju tjald og tryggja og eitthvað svona. Þarna er fólk að læra járnsmíði eða eitthvað svona mjög skrýtna hluti. Einmitt. Já, tölvöld öðruvísi heldur en allar hinnar hátíðirnar. Já, gera alls konar svona skarkgripi með svona einhvern rúnum og eitthvað svoleiðstæmi, einhver svona víkingarúnir eða skilur, það er svona eða goðinn eða eitthvað sem maður á að kalla þetta sko. Núna fekk ég akkurat bara flashback þegar þú sagði þetta. Ég á ennþá held ég eitthvað armband sem ég gerði þegar ég var 7 ára eða eitthvað. Já. Þannig að maður er greinlega góður í þessu þetta endist svona lengi. Já. Maður er kannski vitlaus svona starfsgrein held ég núna. Já. Þú ætti bara að gerast víkingur. Sem líka reyndir alltaf mjög fyndið sko þegar maður hittir einhverju útlendinga sko, þeir alltaf spyrja bara so you're a Viking, right? Ég bara, nei. Og þau halda alltaf að lifa ógeðslega sterkt í okkur sko. Og svona sama með álfana, bara trúra álfa, ég segi bara nei eða á ég að fara að útskýra fyrir manneskjunni hvað þetta raunverulega er. Nei, ég trúi ekki álfa, mestamál takk. Hefur ekkert lent í því að þú veist, út að spila og kemur einhver svona, þú veist, einhver glæsi pía sem búin að aðeins búið að fá sér og bara svona hey, bara, I've never had a Viking before. Og þú veist þegar ég segi, og bara ekki til í því, ekki lendið í því? Býta aðeins, ég þarf að rifja upp öll skiptin, nei, ég hef ekki ennþá lendið í því. En svona skemmtileg fantasi að fyrst þú skulle minnast á það. Já. En því miður, það er bara, lífmynd er ekki það spennandi. Nei, ok, ég bara held það kannski. Já. En ég hef heyrt þetta áður bara skilur hjá öðrum, en þú veist, það er eitthvað svona draumórar hjá könum eða eitthvað, skilur, að koma til Íslands og bara fá eitt víking á sig. Þið eru bara aðeins að rækta þetta, sko. Því mér finnst þess að normaður sé að reyna að stela þessu af okkur núna, sko. Já, hérna eftir að háum Já, þetta koppídrætti. Þetta er alltaf 100% stólið. Já. Normaður er líka alltaf aðsnæðlega. Óþólandi. Nei, menna, sko. Já, stál normaður víkingunum af Íslendingum eða þeir eru að reyna allavega. Fóru Íslendinga frá Noregi til Íslands. Maður veit það ekki. En allir gerir útlegðir og við erum ekkert að fara í þessa sögu núna. Gríðir en bara víkingarnir er ekki þeir. Rétt. Allar meiri víkingar. Já. En talandi víkinga og stórhátíðir, þá er The Greatest Show on Earth í gangi akkurat núna í Bandaríkjunum og ég held ég geti kannski haldið áfram að tíunda það eins og ég hef gert þetta fyrir þáttum hversu mikill lúði ég er sko. Að oftast þegar ég hort á fótbolta þá er ég bara að horfa á skjáin heima hjá mér, einbeittur, fókuseraður og bara og það er bara ekkert annað í gangi. En ég lenti í daginn að óvart horfa á fótboltaleik á Lebowski-bar. Já. Það var Frakkland á móti Senegal. Og þetta var geðvegt. Frakkar kannski fóru frekar leitt með Senegal, en það voru sem sagt einhver þjóðir þarna sem ég kann ekki alveg skil á, sem héldu öll með Senegal og gjörsamlega hötuðu Frakka og Mbappé. Og það var svo mikið stemningana. Ég bara, leikurinn öðlaðist bara algjörlega nýtt líf. Einmitt. Þannig að
nú þegar ég er með þess að 2 sérfræðinga hérna með mér og hérna í þessu miðbæða líföllu Specialist í köldum. hvernig þetta? Þú veist, eru staðinir í bæ þar sem að þú getur bara fengið allt öðru svo upplifanir að því að horfa á fótboltaleiki á staðnum með öðru fólki en bara einmitt eins og vera heima á sér. Hvernig sjáu þið þetta? Já, ég held að einmitt Austurvöllur er alltaf heldur sterkur með American Bar og English Pub alltaf, ég held að ef þú ætlar að horfa á Englandsleik þá ferðað English Pub. Velur eftir þjóðurnum, Bandaríkin á American Bar. Þeir komið svona bandaríska treyjur allir starfsmennir og mertir með svona American Bar aftan á og treyjunúmer. Mér finnst alveg helviti töff sko. Já, þetta er nett sko. En líka bara þeir eru með risa skjá á útisvæðinu, þannig að það er bara geggja veður og þá getur það bara farið og maður getur fengið sér kaldan og burger og horft á leikinn eða eitthvað skilur. Þetta er líka miklu skemmtilega að horfa á íþróttaviðburði með öðru fólki. Maður svona liftist alltaf upp með stemningunni. Samátt tapar, það var vestalagið og farið nokkra bjóra sko. Nei, ég held að enski hafi líka verið að setja sjónvarp fyrir utan á sér. Já. Mér finnst það geðvitt að geta að sitja þarna úti í þessum hitta líka. Já, það er best útisvæði bara á Íslandi örugglega. Gamla Reykjavík, Gilligog, Englis og Amerikan. Já, er ekki líka, gamla Reykjavík líka komið sjónvarp úti og eitthvað. Ég veit það reyndar ekki, ég er ekki en það geti vel. Það sýndist það allavega. En hvernig það, sko, þegar svona stórmót í gangi og þú ert að reka bar, ertu kukt ef þú ert ekki með leiki á? Þú veist, eftir með svona bara svona Austurvelli, ég held að það sé alveg, þú verður að vera með leikinn á. Stundu þarf ekki eins að vera með hljóð, bara að vera með þetta í bakgrunni, sko. Þetta dreifur alltaf fólkinn, sko. Og svo þú veist eins og tala með Lebowski, það var EM síðast, þá var England-Danmörk í gangi og þú veist, það var alveg þetta fólki og svo lítið eitthvað við og þá sé Jamie Coster-Waldau, sem alltaf Dani og leikarni, hvað heitir, Gangs of London eða eitthvað sem er Breti, þeir eru báðir setja hlið við hlið, bara með derhúfu smáfaldir og eru að horfa á leikinn saman sko. Svo bara þeir allt í einu komnir í bara sturlu fagnaðarlæti og fólk sem settist með þeim og borði örgulega bara besta minning lífs þeirra allt í einu að vera eitthvað blinda fyllir í með Jamie Coster-Waldau og Jamie Lannister. Algjörlega, en jú, sorry, ég ætla ekki að gripa fram fyrir Ekkert búin ég ætla að segja eða með sportsbar að verða sín leikina það er bara 100%. En svo er líka fullt af öðrum börnum sem bara, þú getur bara fyrir það sem vilja ekki horfa á fótboltann. Það er ekki allir fyrir það. Þá getur bara farið á aðra staði og verið í róna í það sko. Akkurat. Ég tók eftir, ég var að labba fram að Kalda og þá var verið að sína leik þar. Já, settum upp sjónvarp akkurat bara fyrir þetta. Já. Maður verður að vera með í partíinu. Akkurat. Svo ég náttúrulega líka fótboltafíkill, þannig það sé meira fyrir mig sko. Já. Ég held að við höfum sýnt alla leiki núna nema, reynda sýndu leikina klukkan 4 nóttina, það var bara lokað. Þannig að fólk að horta á þetta gegnum klukkan eða vildi sko. En svo Nína líka, þeir eru með sturlu tilbúð. Þeir eru með eitthvað svaka tilbúð og sína alla leiki og eitthvað, þannig að það eru margir að taka þátt í þessu partí. Mér finnst líka næs að sitja þarna inni. Já. Veit ekki hvað það er, mér finnst alveg frekar næs að vera þarna inni. Já. Servicið var mjög gott síðast ég fór, með hróskilu við það var bara, ég þurfti ekki að standa upp sko, það var bara komið næsti bjór. Það var svona eins og þegar maður fer á jommuna, þegar maður er með ágafita, þegar maður lítur í burtu, þá er allt inn í glasi og orðið aftur fullt, bara einhvern veginn. Og svo er maður bara í endalausa byggarnum. Þannig að, En er þetta mikill munur, þú veist, finnið sko, hefur enska deildin eða meistaradeildin eða eitthvað annað, hefur hún meira vægi heldur en HM eða EM í fótbolta, þú veist? Ég meina, er ekki HM í fótbolta bara stærsti og mest, hvað ég segja, svona viðburði sem hort á bara í heiminum, eða þú veist, Ég fyrir utan Eurovision þá vantarlega. En jú, bara HM bara það stærsta. Og svo finnst mér líka núna fólk út af þessu happadriðið úti, því að fólk veit stundum aldrei hvað að halda með, og fer bara út í búð og kaupir þessa treyju random dót og svo bara heldur það með liðinu sem það fær. Það var einn félag mér fekk Grænhöfðaeyr og hann er núna búin að horfa á alla leikina hjá Grænhöfðum og er bara sturlaði stundismöður. Þessi maður hafði örugglega hort á svona 4 fótboltaleiki í gegnum ævina og nú er hann búin að jafna það með sko. Þannig að ég sá líka sá viðtal við einhverja bareigendur í, hvað var það, Boston eða eitthvað. Það er bara Skotland, er bara búið að drekka upp allt Boston. Það er bara þeir að segja að þessi búin að þrefalda sölun á St. Patrick's Day og það er bara auka sendingar á kútum og þeir eru bara í vesinni. Er þá Skotland að spila í Boston eða? Já. Þú voru mættir á hafnaboltaleiki líka bara að rífa upp stemninguna þar. Já, þetta er bara geggjað. Fenway Park.
Þetta er alveg ótrúlega viðbyrður sko. En Skotarnir náttúrulega sérstök skepna. Þetta er Jú. að toppa lítið þá sko. Í stemningu og drykkju sko. Já, ég held að hérna það er ekki margir sem eiga breyki það. Núna vill maður bara að Ísland drægist á móti þeim í undankeppni svo að fáum Skotarna til Íslands. Já. Fá ykkar St. Patrick's Day á árinu. Geðvikt. En taldu það sko hvernig hópa finnst ykkur skemmtilegast að fá inn á barinn til ykkur svona af erlendum þjóðurnum? Ég veist, Bretar, Írar og Skotarnir alltaf vera skemmtilegir en ef maður tekur þá út fyrir sviga, það er allan ekki þjóðurinn. Nei, setur maður ekki mínus á frakkan á þjóðverðan? Jú, Indverjar er líka svolítið erfiðir. Ok. En svona stemningsmenn, maður hefur nú ágreitt ansið marga. Ég er gaman að Bretanum, sko. Já. Ég persónulega, sko, bandaríkjamennir eru uppáldið mér, sko. Já. Það er, ég veit ekki af hverju, sko, þeir náttúrulega hafa þetta svona, ég fór að velta þessu fyrir daginn, alltaf að segja bandaríkjamenn, þetta er hálfvitar og þetta er skrítið þjóð og alltaf, ég bara svona, já, þetta er 320 milljónir og ég hugsa að það hlutfall sem kemur til Íslands sé svona, hugsa að það sé kannski aðeins öðru sé heldur en þeir sem að fara til Amsterdam eða Parísar eða eitthvað slíkt skilurðu Já. Náttúrudýrkendur, ég sé alveg lítið prósent í Bandaríkjunum. Náttúrulega kærasta mín eða unnusta mín er frá Philadelphia Bandaríkjunum sko. Maður fer hérna tvisvar á ári eða eitthvað. Fólki sem við fáum hérna, það er bara sko krem af fólkinu sem er í Bandaríkjunum. Það er bara, við erum mjög heppin með fólki sem við fáum hérna. Já. En byrju, kærastinn frá Philadelphia séru? Já. Og af hverju þú ekki búin að opna Philadelphia cheese steaks það? Ég var örugglega aflífaður, mér finnst það bara ekki það gott sko. Já, ok. Við erum náttúrulega, þú veist, smá svona sósuþjóðin á Íslandi. Smá? Já, þetta er oftast meira súpa heldur en matur sko. Og það er ekki sósa á Philly cheesesteak, þetta er bara ostur, laukur og kjöt. Já, ég fekk mér steik út í Bandaríkjunum og kemur á borðið og ég bara, excuse me, there's no sauce. Já, þeir komið með tómatsósu tilbaka. En hvað eins og talandu þetta, hvað vantar hérna? Næsta þjóðurnisbar. Já, Australian bar. Það er geðvikt. Þeir eru reyndar langskemmtilegastir, ástaraldir. Það er mjög skemmtilegt að segja það sko. En bara eins og bara Philly cheesesteaks, er eitthvað sem vantar hérna? Það er alveg mikið í boði sko, en ég bara hugsa bara svona hver er næsti hittari, þú ætlar að opna vagn eða þú ætlar að opna eitthvað svona litla búllu bara með eitthvað svona Við erum alltaf með helviti mikið sko. Það er alltaf með Asíumarkaðan eiginlega allan sko á Íslandi sem er mjög skrítið en er ekki bara einhver Afríku Það er það eþjópiski staðurinn á Flúðum sko. Hann veist að vera alveg sturlaður. Hann var á skúlagötu náðu fyrr sko. Hann var áhugaverður og fín. Ég held að svona komin á Flúðir, ég veit ekki meira en Erum við eitthvað argentínsk steikhús ennþá? Ég man eftir Argentínu í gamla daga. Var eitthvað sem tók við þig? Herru, þetta er góð pæling. Það var einhver sem tók við því og það frá hausinn, já. En ég meina, þú veist, ég bara algjör, ég meina steikhúsið náttúrulega alveg, það er algjör geit í þessu held ég, en þú veist. Svo Hereford líka, hefur farið þangað. Það er þetta langt síðan, en það hefur ekki breyst síðan sko 1990. Þetta er geðvikt. Þetta er bara sama, þetta er bara böku, kartefla, lund og bernes. Formúli sem klikkar ekki. Þetta er bara, þetta kallast að staðalega hluti. Bara síðan 1990 voru að eins, það er ekki að breyta vinningsformúli. Það er bara á að vera svona. Þetta er bara rétt hjá þér. Ég fór á Kól í vetur. Mikið afskaplega var það gott. Já. Ég fekk steik og humar og franskar. Já, ég var eitthvað að Kól bara senast að 50 dag. Fyrstu steik, humar og franskar? Ég tók eitthvað steikar seðil. Það var tartar, bíftartar, carpaccio og lund. Já. Og bara geðvikt. Sko, ég myndist á líka humar. Hvað er langt síðan þið fengu íslenskan humar síðast? Það er alltaf má ekki veiðan sko. Nema ég er með smá svona insight dæmi. Það eru nokkri gaurið sem koma til mín á kaldastundum. You got a guy. Já. Og þú veist, þetta eru afveiðar frá bátunum sem þeir eiga sko. Með afli. Já. Og þeir gáðu mig 3 kíló á íslenskum humri. Ég gaf náttúrulega mömmu 1 kíló
svo borðaði kærasta mín vegan sko, þannig að hún ekki að fara að snerta þetta, þannig ég borðaði eitthvað 2 kíló af humri bara á okkur 2 vikum með eitthvað. Þetta svo 20 sinni betra heldur þessi kanadíski humar sko. Þetta bara alveg besti matur sem þú getur fengið á Íslandi. Núna bara að bíða eftir að megi veið þetta aftur, því að ég held að ég mun ekki borða neitt annað í svona ár. Þetta bara humar. Já, þú lifir hátt, þú alveg kongur. Það bara lobster. Góðu vanir. Bara morgumat, hádegismat og kvöldmat. En þú veist, ég pantaði eitthvað tímann humar ekkert í Bandaríkjunum, ég fekk bara eitthvað sko, flikki á stærð við framhandlegginn á mér og það bara ekkert bragð þessu. Það bara að því að humarinn lítill, koncentreraður í köldu vatni, heldur bragðinu ógeðslega vel inni. Þetta bara uník. Mér finnst þetta að vera besti matur sem Ísland býr til, humar. Og svo bara megum við ekki veiða þetta. Já, ég eitt sem að ég myndi vilja, en myndi pottið ekki ganga. Ég myndi orðna mac and cheese vagn. Mac and cheese mögulega besti matur sem ég fæ. Finnst mér alltaf þegar ég fæ mér þetta hvað ég fer svona til Bandaríkjanna kannski, þú veist, 1-2 ára á fresti sko, og þá þetta alltaf það besta sem ég fengi á ævi minni. Mac and cheese. Mac and cheese. Ja. Ég veit ekki ef ég myndi fara að borða þetta svona reglulegra, þá kannski var ég ekki að hrifin. Nei, en getur maður ekki líka verið með bara eitthvað prótein með, bara verið með mac and cheese og bara hérna með kjúla eða nauti eða bacon. Baconkurli og alveg að drepa sig sko. En nei, það var svona eitthvað sem ég hugsaði daginn, hvað myndi vanta? Ég myndi örugglega opna og fara á hausinn við það. En Já, ég meina enn að vera bara með mac and cheese vagn, bara með 3 tegundir af mac and cheese, bara mac and cheese, bara með baconkurli, kjúla, nauti og svo bara mókar þessu út. Úff, ég að hitna bara sko. Þetta svakalegt. Ég fekk svona flashback á Roadhouse, minnum til þeim stað. Þeir voru með mac and cheese hamburgaran. Já, hann var geðveikur. Það var sturlaður. Ég sakna þann stað. Þeir voru með bestu frönsku kartöflur, svona 3-falt djúpsteiktar. Fannst alveg sko æðarnar í kringu hjarta eða þrengjast þegar borðaði þetta sko. Einu svona tvisar ekki nóg. Þetta veitum við. Ég náttúrulega sem kolonafíkill á lokastígi, var mjög hrifinn af þessu stað og hefur voru með Empire State Burger sem ég mjög gaman að panta, voruð með svona hefur voru með eitthvað grilled cheese samloku inn í hambúrgaranum og samt 2 kjöt. En maður var aðeins yngri þarna, ef ég myndi að geta þetta núna þá var það bara sjúkrabíll held ég sko. Já. Kleinuringi hambúrgarar og allt þarna sko. Þetta var alveg ruglað sko. Já, þetta maður fættir Bandaríkjanna sko, það í svona 5-6 kíló sko. Já. Ekki svolítið, það bara vesni að vera ánga núna? Býtu? Það bara vísa? Vís? Það ég bara bullaði það? Það alltaf verið sko. Það bara spáðið að Trump segja eitthvað harður, skilur við núna bara? Ekki eitthvað Íslendingum sko. En vesinu þú ert frá Sómalíu og Íran jafnvel og Haiti og það var eitthvað eitt í viðbót. Það var eitthvað vesinu á. Já, við erum ekkert að fara til þetta. Nei. Íranir þeir eru ekki að gera neitt á sér. Já, þeir vilja fá Skandinavan til Bandaríkjanna. Hann búinn að segja það opinbert sko. Og ég fór í fyrra sko á, Wildwood, sem svona strandborg í New Jersey. Þetta það sem Jersey Shore var tekið upp. Ég heiti 3 vikum hana. Það var svona 4 barbecue-hátíðir á þessum 3 vikum sko, þannig að eina sem ég borðaði kjöt. Og svo fólkið sem verðna mesta stereotypu Bandaríkja maður sem þú getur fundið. Ég fór á strönd á hverju degi og ég sá til dæmis einn guður sem kom með heila tunnu af Fireball, 30 lítra tunnu sem hann hélt á niður ströndina. Bara Fireball. Ég tók reynda svona 6 með honum. Var með pitbull í gangi alla tímana? Nei, hann var svona 60 postberi sem var svona appelsingul á litin, klæddist í spýt og sundskilu, en hann var satt með skambi svona í spýt og sundskilni þegar labbaði. Þetta var geðvikt. Og þá kemur framhaldsspurningin, af hverju varstu þarna? Konan, þau fara alltaf á sumrin. En staðurinn mæli með, þetta svona, hann hefur ekki breyst síðan Jersey Shore, 2010 eða eitthvað. Hann bara nákvæmlega eins og það eitthvað svona tífólítæki niður á ströndinni. Ég fattaði enda líka að maður kannski orðin smá gamall. Ég fór í 1 rússíbana og ég var svona 3 daga að jafna mig eftir að vipplasið haustum á mér. Já. Þannig að fór eitthvað svona teygju, svona kúlu. Þú veist að maður sér vídeón á netinu sem svona líður yfir fólk. Slingshot. Já. Ég hef aldrei óttast jafn mikið líf mitt og þegar ég var þarna sko. Herðu, staður sem getur mögulega vantað á Íslandi og hann í Amsterdam. Já.
og Coffee shop. ég ætla að segja þetta, ég ætla að leiða ykkur að giska hvað það er sem ég held að vandi og ég vissi að Baldur myndi fara á þessu Sjöður fljótur að fara eins og það er aðeins fljótur sko. En hérna herru, þetta er fyndasti staður sem ég farið inn á æfinni. Þetta er staður þar sem þjónarnir syngja. Nei, byrti hvað rugglaður. Sko, ég verð að segja ykkur strákar, þetta var ógeðslega gaman og nota bene, það var sér staður í þáttunum Ein stjarna með Steinda og Dorothea N.A. Geggjað þáttur, hvað með þáttur? Ég hafði sérst farið á hana stað með samstarfsfólki einni ferð og áður þessi þáttu kemur út og við vorum bara í kasti, þetta var svo skemmtilegt, þú veist. Já. Þetta er bara, þú ert að borða eitthvað steik og það er einhverju þjónar að syngja Don't Stop Believin' á meðan. Þetta sem var svo margt. Þetta er svo margt fyrir ykkur. En þeir eru að afgreða ykkur, er hann að koma að borðið bara og taka slaufuna bara bara viltu hann að medium rare eitthvað skilur þetta bara. Þetta var nefnilega, sko, að því maturinn var í 5. sæti. Ok. Ég man ekkert hvernig þetta bragðaði, sko. Og þú veist, og þetta var bara, ég held þetta sé ógeðslega fínt, þú veist, í svona, eins og bara, ég var í, þetta var sem sagt hópur af, samstarfsfélögum og þú veist, það er ofta neður þú ert að halda upp í chatti, þú ert á ferðalagi og allt eitthvað svona, þetta er bara sá staðurinn þetta fyrir þig, sko. Já. Þetta er eins og þú fer á taparstað, þú ert með einhverju fólki, þá er alltaf koma nýr og nýr réttur, þú veist, 8 réttir og þú bara, nei, hvað er þetta? Vá, carpaccio, vá, geðveikt, carpaccio og svo ostur og geta alltaf að tala um allir tíman, skil alltaf koma nýr og nýr réttir. Þarna var bara, þú veist, þurfti ekki að tala, það var bara gaman. Hins vegar ætla ég að segja, ég held að þessi staði myndi fara á hausinn á 3 mánuðum, sko. Já, bara á viku held ég, sko. Af því þú veist, þetta gengur upp í svona borg eins og Amsterdam þar sem er bara endalaust flæða nýju fólk að koma inn, sko. Já, en ég hugsa líka bara, þú veist, þú er ekki bara einmitt einhver rugglaðir Íslendingar og kanar sem myndu nenna þessu, eða þú veist bara þú þarft að vera ekkert eðlilega peppaður til að fara á svona stað. Það hljómar eins og mín versta martrið. Ég á svo erfitt með fólk sem syngur á almannafæri. Ég fæ bara svona eða þú veist, nefnir alltaf að segja að fá borga fyrir það, sko. En Þau fengu borga fyrir þetta, engar ágjur. Já, ok, fer. En ég þarf að borga fyrir að vera þarna og það er ekki séns að ég myndi mæta, sko. Já, sem kemur inn að öðrum stað sem að ég hefði ætlað mér að opna einhvern tímann og hefði farið jafnbrátt á hausinn. Það er Opera Pizza. Að þjónarnir væru óperusöngurar. Ok. Þú veist, en ég sé það. Ég er ekki að fá fjárfesta hérna með mér í þetta verkefni. Það er bara enginn að vera fjárfesta með þér í þessu, sko. Jæja. Ég myndi þetta alveg kíka á óperustæðin. Óperusöngura? Já. Bara meðan þú ert að borða bara? Já, bara eitthvað skrítið, Þetta þyrfti þá að vera bara eitthvað svona algjört high class, bara svona það er samt eiginlega eitthvað svona old school 70s look, eitthvað svona það er svona svið, þetta er bara svona bíómyndum, bara svona svið og svo er allir í bara svona hringla básum að horfa á svið, skilja hvað að tala um. Já. Þetta er einmitt, sko, þetta er menningin úti, dinner and a show. Já, þetta er eitthvað svona sem maður sér bara í gömum James Bond myndum eða eitthvað svona. Já, en málið er, sko, ég fór á, ég var í Marokko, Agadir, og þar er staður sem er víð í Evrópu líka sem heitir Bútabar. Já. Þú veist, ef þú er einhvern veginn að tala um konu í lífininu, þá er hún talað við Bútabar. Þú bara manst ekki eftir í Baldur af því að, þú veist, you're too much of a man. En Bútabar er, en sko, í Marokko, þá er Bútabar og það er ótrúlega upplifun, sko, því að í Marokko máttu reykja inni. Já, það er þetta geðvikt. Og það var allir bara að reykja. Svo er eitthvað svona gælla eins og sérð í bara einmitt þessum gamla bíómyndum. Hún bara rauðum kjól, þú veist, bara hún er svo í bíómynd og syngi eitthvað svona gamla krúnera, þú veist. Casablanca dæmi. Akkurat. Það var nákvæmlega þannig. Það er alveg eitthvað sem er cool, eða skilur mig. Þú veist, ég bara, þú veist, ég gert þetta kannski bara í Austurbæðabíó eða eitthvað. Bláasalum. Maður sé samt alveg að mun kom einhver típa sem lifir sig aðeins svo mikið inn í þetta. Kemur þarna allar helgar, er alltaf einhver karakter. Og þetta orðið lífið hans að mæta þarna hverju degi. Það er svona, hætta við þeim að bara að það koma svona aukaleikarar sem er ekkert að fá borgað þarna, sem eru bara allar dagar. En er það einmitt vesenni við þá Ísland sem markað er að þetta er lítið markað fyrir þeim að bara? Já, fyrir eftir ef þetta er svona once, eða þú færð einu sinni og svo bara búin að upplifa þetta. En ef þú færi alltaf eitthvað út úr í, þá getur þetta alveg virkað, sko. Já. En ég meina, ég held að þú veist, þetta sé svolítið, eins og segi, með þetta að bara, höfðu ég þetta út í það er tilsprestin að klára með það. Það er þetta að klippa. Já, þetta er svo fræg lína það er þetta að klippa. En að því þetta er alveg skemmtileg pæling að þú veist, gera eitthvað svona, en ég er ekkert vissum þetta myndi
svo kemur bara einhver, þú veist, sjóar frá Bólungavík og bara kasta glerflösku í söngvaran, skilur mig, þú veist, þetta er bara Alveg líklegt, sko. Já. bara Þetta nú vantar ekki late night sem staður, byggaði back, sko. Já, en mögulega ekki late night staður, sko, en ég meina Ég er með eitt. Já. Það er staður í Denver, þetta er þetta keðja sem heitir Alamo Drafthouse. Þetta eru bíó sem er líka veitingastæður, þetta er náttúrulega ekkert nýjasta dæmi, en af hverju er ekki seldur matur í bíóhúsum? Já. Það er bara, þú sast bara á einhverju háborði, það var ljós undir borðinu sem hafði engin áhrif á þetta, svo bara settur eitthvað svona kort fremst á borðið, og reyndar þjónustu fólki eru allt bakveikt þarna, af því að þurftu svona beygja sig og hlaupa, þannig að þú myndir ekki taka eftir þeim, svo allt í einu bara hverfur miðin og svo bara komnir vangir eða einhverju kokteilegar og eitthvað bara á borðið tíðin bara 10 mínútur seinna. Já, ég meina, ég myndi alveg freka að fara í bíó klukkan 6 og panta með ribba og horfa hana myndskilur, þú veist, það er alveg geðveikt, sko. Já, þetta geti virkað, held ég. Og meina ribba, ég er búin að tala kjöt svona 13 sem þetta, sko, ég borða alveg aðra hluti, sko. Sko, já. Þetta er eins og segið, Dinner and a Show, Dinner and a Movie, sko. Ég held að það er eitthvað þarna. Já. Þú verður að fara að finna ykkur fjárfæst í þetta. Já, ég heyri það, ég er ekki komið örugga fjárfæsta hérna með borðið allavega. Já. Nei, það er ýmislegt sem vantar, vantar. Það er gaman að upplifa að prófa hérna, sko. Ég held að væri nú hægt að prófa kannski í rauninni testrun og svona dæmi, sko, ekki það ég ætla að fara að segja mönnum hvernig að reka fyrirtæki sín, en þú veist, Austurbær, Gamla bíó, þú veist, náttúrulega Geir Ólafs er að hluta til búin að gera þetta náttúrulega með Last Christmas. Já. Hvað heitir að Vegas show? Þar ertu bara í rauninni Dinner and a Show, sko. Já. Og þetta var náttúrulega, hvernig var þetta, Hótel Saga í gamla daga var að einhver leiti svona, ég veist svona tónlistum með lýsaði þannig að þeir spiluðu fyrst tónleik, sko, við borðhaldið, svo bara borðinu ruslaði í burtu og þá var ball eftir það, sko. Já. Þú veist, maður veit ekki. En mér er líka bara, þú veist, það er með Gamla bíó, það gæti verið, þú veist, eitthvað meira svona, en þeir eru náttúrulega bara meðheldi, er ekki bara með ákveði leyfi, er ekki bara út að líka út með hótelliðina og svona, það er náttúrulega með ekki verið á lengi, og lengi, sko, nei. Er ekki bara 12 eða eitthvað? Já, ég veit það ekki. Þú getur alltaf sótt einhverju undan þá líka, sko. Jú, það er með eitthvað sérsta kvöld, en svo alltaf, ég bara hef heyrt þetta, hótelinu hliðin og þá geta þær ekki verið of lengi þar að segja. Þannig að þeir eru alltaf með eitt sturglaðasta hljóðkerfi á Íslandi að nynni, sko. Já. Það var einhvern tímann var ég og fekk svona skoðunarferðum. Þetta er alltaf rísahús. Það er sko eitthvað svona generator í kjallarinn sem er á stærfið sko bara gám þannig niðri. Svo náttúrulega, hvað var einhver? Færiski draugurinn sem einhver á að vera niðri í búningsklefa. Nema ég fekk að pröfa að botna kerfið. Sko, ég láði að fá flóakast þegar bara komið svona hristing í líkamann bara með bassanum, sko. Þetta eru mörg svona hús með heldur öflugum kerfum líka þegar sko salirnir eru gerðir fyrir þetta síðan. Og ná allt, sko. Ég man einhvern tíma var ég að spila í brúðkaupi. Byrjar að hlæja bara áður og nú gæst orðinu. Ég var í brúðkaupi. Og hvað heitir staðurinn nú? Það var NASA í gamla dag, nú heitir þetta Parlament. Já. Independence Hall, eitthvað. Og ég er að spila í brúðkaupi og ég er með eitthvað svona smá auka bassa í græðunum mínum sem það er öll borðin eru þakin gleri, sko. Gler. Svo tek ég fyrsta tónin, það bara svo þetta brotna ekki, ég er bara svona wow, það var svo mikið botnana, sko, í salnum. Það er alltaf bara pródúserar þessi salir, en þetta er ansi geggjað, sko. En ein pæling, Solon, það húsnæði, það er ekki fara að gera eitthvað þar, eða? Hvað er að gera núna? Það er bara eitthvað skælakuna auðlýsingar á glerinu, þetta er bara eitthvað viðbjóður, sko. Er þetta ekki eitthvað túrista office eða eitthvað núna? Þetta á að vera eitthvað, þetta verður að vera eitthvað betri það, sko. Þetta er alltaf legendary hús, sko. Já, það er bara closet aðstæðan er svo rosalega erfið þarna, sko. Labba niður eitthvað þrengsta hringstiga sem þú getur fundið, sko, og að þú mætir einhverjum, þá það er bara stál í stál, sko. Hvor er þrjóskari að bíða, sko. Já, þá gerir bara eins og Biggi gerir, sko. Biggi er alltaf hann svona axlar svolítið menn og spyr hvort sé vesen, sko. Það er sikkert. Hefur þú einhvern tímann beðið þessu tröppum, Baldur? Ég efast um það. Ég bara man ekki eftir því, sko, því ég verður aldrei verið edrun á þessum stað, en það er eins og það er. Við þurfum ekkert að nánar í það. Ég man ekki, sko, voru ekki Svalirnar og Solon, var það eitthvað vesen eða var þetta bara, gekk þetta allt bara í sögu? Ég meina það, hann opnaður ekki þarna
eitthvað klúbbana og bara veitingastæði daginn, hann bara fyrir einhverjum árum og ég held að það byrjaði bara flott sko. Já. Byrjaði bara vel en svo ég held að það hefði svo bara dreigist aðeins úr því eitthvað. Ég held að bara, svo opnaði hann að Lux, minni mig líka. Já. Og ég held að þeir hafa tekið svolítið frá þeim. Held ég ætla ekki að fara að staða við það sko. Ég fór hérna eitthvað tvísar eða eitthvað og ég man alltaf eftir ástæðan okkur ég hætti að fara þarna. Það var eitthvað röð þarna fyrir utan og sé eitthvað prakkara upp á svölunum sem búin að taka hann út og bara að míga yfir röðuna sem að bíða á leiðin inn. Þetta var svona þannig ég var svona, já, nei. Þetta var svona það sem ég var að ýja að með Salnar. Því ég man eftir einu að þegar þá fyrsta jammið fram á nótt eftir COVID. Getur þetta verið 2021? Já. Einmitt. Og þegar COVID var búið í 8. skiptið. Já, akkurat. En þá var ég að vinna upp á Stöð 2 og þar var ég að vinna sem fréttamaður og þar var ungur fréttamaður að vinna samhliða mér sem heitir Snorri Másson og hét þá líka. Hét þá líka? Já. Hvað, þú ert að tala bara miðflokks? Miðflokks Snorri Másson. Og Snorri segir mér langar að gera frétt opnun jamsins í kvöld eða nótt eða hvernig sem var og tökumennir svona sem voru på Stöð 2 og ég ekki að fara að vinna eitthvað fram á nótt eitthvað að gera eitthvað bla 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 og eitthvað þetta voða vesen en þetta var stefnið að vera sögulegt og ég segi bara Snorri, ég skal bara vera tökumæður og how hard can it be? Press play point og við förum í bæ, ég fyrir með tökuvel og við stöndum þannig fyrir utan prikið og erum þarna á þessu hotni í raunanær sem að þá vísa ég myndavelni átt að Sólon. Já. Og það fólk að lappa svo byrja ég bara að taka og þegar þetta taka svona upp þá ertu bara að horfa svo lítið skjá og ég bara að fókusera á viðfangsefni mitt sem fréttamaðurinn að tala og þannig ég að taka upp og það stendi það sko þegar fórum að skoða sér myndinni eftir á þá stendi bara að það erði að mörguleiti ónótæft sko því að þarna sá fólk myndavel og það ákvað bara að opinbera flesta af sínum líkaspörtum. Já, það er alveg það er alveg ákvöru samt að hafa ákveðin típa ást að vera bara hefur myndavel og ég ætla bara úr. Það sem ég ætla að gefa fólki þetta kvöld, það var smá galsi í fólki, það var svona, þetta voru svo beljur og voru að fá að, þú veist, það var ákveðu frelsitilfinning sem að greipiðu fólk sko. Hvað var þetta þegar það opnaði eftir COVID? Já, það var náttúrulega bara störlun sko. Hvað heitir hann meistarinn sem að vinnur á mál og menningu, Óli? Já, Óli, bróður hans Rúbens eða ekki? Já. Þetta er fyrst skipti sem ég hitti Óla að þá ég að taka upp og Snorri að taka svona, já, við erum að fjalla þetta og kemur Óli bara og hann lappar svona á myndunum og hann bara fuck COVID sem að endaði náttúrulega í einhvers konar innslægi hjá okkur af þessu sko. Já. Þetta var mjög áhugavert og skemmtilegt kvöld. Einmitt. Ég man akkurat eftir þessu kvöldi, ég var á Lebowski akkurat, fá mér hamborgara og horfa á eitthvað fótboltaleik og svo byrja bara allt í einu dansgólf á miðjum fótboltaleik, bara í hálfleik og ég þú veist, að reyna að borða, ég held að það var staffamaturinn minni eða eitthvað og akkurat þá bara eins og sko, klukka sér 1 nóttina, bara dundrandi tónlist, ég ennþá að borða hamburger og reyna að horfa á fótboltaleik, stelpa búin að æla á gólfið, önnur kýldi aðra í framann og svo bara það var svo mikið á uppsafnari orku sem þurfti að losa bara á einu kvöldi. Þetta var lasið sko. Ég tók bestu ákvörðun í þessu ástandi, bara vann allt kvöldið. Já, einmitt. Það bara heldur á mótorni. Ég var að gera það saman sko. Það er bara geggjað. Já. Maður er best geimdur bak upp barinn held ég. Er það þannig að fólk að vinna á börum af því að það tristir sér ekki til að vera á djamminu eða? Nei, ég vona ekki að vill vera á djamminu en tristir sér ekki í það. Það ertu bara, þú veist, leika að vera eldin sko, þannig að halda á djamminu og vinna á börum sko. En sko, kannski eitt í þessu maður alltaf verða að vitna að fleiri og fleiri sem geta sko vinna á börum með drekk ekki. Já. Mér finnst þetta sko, þetta er eins og að vera matafíkill og vinna í nammibúð sko. Já. Ég aldrei drukkið á vakt sko. Nei, ekki heldur sko. Nei, ég meina þið drekkið. Já, klálega. Jú, ég held að sé bara, ég held að sé örugglega einhverjir sem að spóla yfir sig og svo einhverjir sem bara að gera þetta, þú veist, eins og bara, ég meina svo kannski ekki bara Goggi til dæmis, skilur, hann gerir þetta á öðrum forsendum, skilur, hann bara hefur því líka ástríðu fyrir þessu, en þú veist, hann er ekki
þú veist, hann fær sér alveg vín og svona inn á millið ekki, eða svona bara létt vín og eitthvað, Jú, Ég var á hitti Baldur í síðustu viku inn á stað sem að heitir Bingo Drinkery Já, næstaður. sem eins og að koma heim til ömmu og afa já, mjög næstaður, geggjaður og Þeir eru búin að pröfa þarna hamarsdótið. Þeir eru með svona trjástomp í horninu og naglabox og hamar sem er svona keðju við. Þú ætti að reyna hamra naglan inn í eins fáum höggum og þú getur. já, jú, ég prófa þetta. Þetta er geðvikt. og hvað færðu? Útrásildi. Já, ok. Já, en þú getur líka farið, þú veist, ef við verum þrýrina, getur bara farið í þetta og bara heyrðu hann sem að tapar bara, tekur rándið eða eitthvað, eða skilur þetta bara. En þá er ég og ég mæti svolítið skömmustilegur á barinn, sko. Ég horf svona gaurinn, ég bara, djöfulli maður, að ég ætla ekki að fá mér neitt. Og hann bara, hvað segirðu vinnu, hvað maður bjóða þér? Og ég bara, herru, fyrirgeðu, ég ætla bara að fá hjá þér sódavatn. Það er ekkert mál, mér finnst fólk sem drekkur ekki geggja það, svo. Bara... Já, hann líka Það var drekkur ekki gæinn sem að var ekki að verða sóta. Þá fekk ég alla söguna, sko. En hann er líka, hann er einn færasti barðin í Íslandi, þannig að það er bara Hvernig eru að tala um? Leo. Já. Einmitt. Hann var mjög næst og þetta var, ég verð að segja, ótrúlega skemmtilegu bar. Þú veist, hvaða koncept er þetta? Þú veist, heitir þetta eitthvað í barheiminum þegar þú kemur inn og það er bara svo eftir stofunni heima hjá okkur fólki? Nei, ekkert. Ég er ekki bara verið að búa til eitthvað svona tímalösa stemningu og bara eitthvað sem allir tengja við. Ég myndi að vera bara í eitthvað svona kósi og hafa stemningu eins og þú segir og bara, mann líður vel að inni. Já. Ég er líka komin á þann punkt að mér finnst helviti næst að fara neyri í bæ þar sem ég get fengið borð, sest niður með vinnum og tala saman. Já. Það er ekki endilega að vera alltaf dundrandi. Þú ert ekki að flaska í gang og hags. Kem til. Fara fremst í röðuna, hleyptum inn í eitthvað flösku. Veistu hver ég er? En ok, talandi reyndar það. Þið sem er ekki staði, Kristján og Baldur, með mér, ef þið skildi ekki átt ykkur á því hver er með mér. Herðu, sko, hversu mörg, ok, það er busy helgi. Hversu mörg símtöl og skilabóð fáið þið ekki bara frá vinum ykkar, heldur kannski vina ykkar. Þú veist bara, ég er þessi, má ég koma inn, þú veist, er bara síminn eitthvað fullur á hverju kvöldið það? Já, bara, alveg freka mikið, sko. Já. En þú veist, ég eiginlega bara tjekka aldrei á símanum mínum. Nei. Ég er bara út af akkurat þessu, sko. Maður fær ansið skrítið skilabóðstundum og svona, svo kíkir maður daginn eftir, unsend, svona 80% skilabóðunum. Já, ég fekk við meistara til mér daginn hann sem að labbaði upp að mér, bara laugardagskvöld, tróðinn staður, sko, og bara röð bara niður á prik, sko. Hann bara, heyri, gamli, ég meina í röðinni. Ég bara, ok, hvað spá? Þetta er þessi pía hana, skilur eitthvað? Ég eitthvað, já, ok. Hann var að grátbiðja hann hleypennin og hún var svona, þetta var svona, ég ætla ekki að segja hún sé fræg, en kannski svona, það veit ykkur hvað það er. Okay. Það var bara, gamli, ég er búin að læna þessu upp. Þetta er þessi pía, þú verður að græta fyrir mig. Ég gerði það ekki. Og ég sé eftir því í dag. Ég hefði þetta að gera það. Já, nei, ég meina svo kannski komin inn setna bara eitthvað, skilur. Já. Ég er með svo svakalega mótþróa, sko. Ef einhver myndi segja svona við mig, ég er bara svona, já, gangi ég vel með það, vinur. En það sem ég átt sagt er, mér finnst að í menntaskólum það ætti að vera ekki valdbraut, það ætti að vera skyldufag. Kannski fólk er látið vinna á bar í einhvern tilsetta tíma. Ég myndi breyta rosalega menningunni í bæði þegar fólk myndi fá upplifað þetta á eigin hendi hvernig sumt fólk kemur fram við, þú veist, starfsfólk barna. Það er ákveðin svona mannvíkslun að fara í gegnum þjónustubransan. Allavega að taka bara eina erfið að vakta á laugardegi eða eitthvað. Já, ég held að hefði allir gott að vinna mánuð 2 bara ég veit ekki bara svona, sem svo þú sé saman, þú veist, að þjóna á veitingastæði ekki, sko, eða vinna bar, bara, maður læri hellinga aðeins, sko. Já. En samt, þú veist, 99% af fólki sem kemur niður í bæ kann að heiða sér. Það er bara þetta 1% sem við munum alltaf eftir, sko. Já, það er þetta alveg rétt. Já, þú ert svo jákvæður maður. Já. En hvað segir þið, við erum búin að eiga gott spjall í dag. Já. Og við munum sjálfsög bara halda þessu áfram, ótrauðir, en það á nú að taka heldur betur í þessu bransa. Það er bara þannig. Nú ætlum við að fara að fá okkur 5 í fötu og hafa gaman. Jú, við erum að fá góðan gest núna til okkur næst. Já.
maður að rýna í hérna sögu kaffibarsins. Yes. En svona kannski bara lokum Biggi, hvað hérna peptides ert þú að taka? Já, öll. Bara hvað er í boði? Herru, takk fyrir okkur. Takk fyrir okkur. Takk fyrir.